Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Það fjölbreyttur þáttur framundan. Við heimsækjum hjón í Reykjanesbæ sem hafa tileinkað sér heilbrigðan lífstíl. Við fáum okkur líka appelsínugula snúða og skoðum Lambafellsgjá. Við byrjum hins vegar þáttinn með nýrri bók. Ellert Grétarsson að senda frá sér ljósmyndabókina Ísland, náttúra og undur. Bókin glæsileg, en það var ekki tekið út með sældinni að taka myndirnar í bókina. Þannig hraut indverskur fjallagarpur svo hátt að Ellert átti erfitt með svefn í fjallasal á hálendinu. Ísland, náttúra og undur. Þú ert að gefa út þína aðra ljósmyndabók á stuttum tíma? 2 árum, já. Eftir ég gaf út fyrri bókina Reykjanesskagi, náttúra og undur, 2018, þá fannst mér þetta bara svo gaman að mér langaði að gera aðra bók, en það átti ég nóg af efni. Og frá svona ýmsum ferðum mínum okkar fagra Ísland. Elstu myndirnar eru 12-13 ára gamlar og þær yngstu bara frá því í sumar. Bók sem við ætluðum að gefa út í fyrra, en ýmsum ástæðum ákvað að fresta þangað til núna. En fyrir viku þá held ég sé að koma með miklu betri bók og vandaðri. Að ég gæti gefið mér nógan tíma í það. En þetta svona bók sem ekki hefðbundin landkynningabók fyrir túrista, sem maður segir. Hún hugsuð fyrir innanlandsmarkað, þetta nú bara á íslensku. Og þú sér ekki myndir þarna á Gullfoss og Geysi og Stuðlagili og þessu stöðum sem við erum búin að sjá margar myndir af frá öllum mögulegum sjónarhornum. Ég hef ekkert við það að bæta. En í staðinn langaði mér að sýna Ísland í svolítið öðru ljósi, þannig að ég að fókusera á svona staði og náttúrufyrirbæri í íslenskri náttúru sem við sjáum ekkert allt of mikið af myndum af. En hvernig hefur komist í tæri við þá staði? Bæði, þegar á þeim árum þegar ég var með íslensku fjallaleiðsögumönnum, þá fór ég í margar spennandi gönguferðir með þeim svæði sem maður hefði kannski ekkert skoðað ella. Og þetta svolítið myndir frá þeim gönguferðum. Og síðan ég hef mikinn áhuga á landinu og sérstaklega jarðfræðinni, og í gegnum það grúskalt þá hefur maður komist í tæri við fyrirbæri sem eru afskaplega áhugaverð og forvitnileg. Og ég að sýna þarna ýmsar sérkennilegar og furðulegar bergmyndanir. Við sjáum þarna til dæmis furðulegar bergmyndanir í klettunum í Vesturdal. Við sjáum bárujárnslega Stuðlabergið í Breiðafirði og myndanir sem eru hvergi til annars staðar. Rósamynstrið í ónefndum helli hérna á Reykjanesskaga, móbergskúlunar upp á Laka og ýmisleg svona fyrirbæri sem ég reyni að útskýra líka. Og svo auðvitað svona staði og svæði sem eru fáfarin, svona í bland við aðra staði sem við þekkjum líka. En þínir uppáhaldsstaðir í íslenskri náttúru, hverjir eru þeir? Þeir eru nokkuð margir og staðir sem erfitt að gera upp á milli. Þetta ekkert endilega staðirnir sem búa yfir stórbrotnustu og fallegustu náttúrunni. Þetta eru helst staðir þar sem maður hefur orðið fyrir mestu hughreyfunum og eftirminnilegir og sérstaklega svona ein mín uppáhaldsmynd, það á Skeiðarárjökli úr gönguferð sem ég fór í með íslensku fjallaleiðsögumönnum 2012. Mjög skemmtilegu gönguhóp. Það var eiginlega svona fjölþjóðlegur, það voru þarna feðgar frá Ísrael og einn Indverji, kona frá Ástralíu og einn hollendingur. Og við löbbuðum á 4 dögum frá Núpstað með allt á bakinu. Og yfir jökulinn og Skaftafellsfjöllin og enduðum í Skaftafelli. Og dagurinn sem við löbbuðum yfir jökulinn
með sérstaklega minnisstæður. Þetta var ári eftir Grímsvatnagos. Það var mikil aska í jöklunum, hann var á köflum alveg kolsvartur, mikil strýtumyndun. Svo rauk svona úr þessu öllu, gufaði, þannig að þetta er myndin. Og þegar við stóðum þarna og horfum yfir jökulinn, ég hugsaði með mér, nei, við erum ekki að fara þarna yfir. Jú, leiðsögumaðurinn hélt það nú, þetta væri leiðin. Og þegar maður var kominn hann út á jökulinn í þetta landslag, þá hafði maður svona tilfinningunni, maður væri bara staddur á annarri plánetu. Það var alveg magnað. Og við þurftum oft að snúa við því að það eru svona ýmsar hindranir á vegi okkar, hyldjúpar sprungur, svakalegu jökulsvelgir og aurbleita eða bara kviksyndi og þurftum að þræða svona framhjá þessu öllu og leiðið var mjög hlykkjótt og það tók okkur allan daginn að komast hann í gegn og yfir jökulinn. Og þetta var alveg magnað og þessi ferð öll var alveg mögnuð og sérstaklega svo þegar við sváfum við jökulinn og maður var að vakna á nóttunni við brestina og drununar í jöklinum og þetta var allt eitthvað með eins og kyngimagnað. En maður svaf nú reynda lítið í þessari ferð því að ef þú skoðar myndirnar úr því þá sérðu að fyrstu næturna þá voru tjöldin svona þétt saman í þyrpingu. En svo þegar þú skoðar myndirnar frá seinni áfangastöðunum þá eru svona margir metrar á milli tjaldana. Af því að við vorum 2 og 2 með tjald og skiptust á að bera og ég lenti með Indverjanum í tjaldi og hann hraut svo rosalega að það tók undir í fjöllunum. Ég hef bara aldrei heyrt annað eins. Þannig að það var lítið sofið í ferðinu og svo þarna síðustu nóttina þá bara gat ég ekki meir. Það var erfiður dagur framöndan, við áttum eftir að fara yfir Skaftafellsfjöllin og ég bara varð að geta sofið eitthvað. Þannig að ég endaði með því að skríða út í tjaldinu með svefnpokann minn og fann mér einhverja mosaþembu, góða mosaþembu, lagðist þar og vaknaði svo morguninn allur rennandi blautur. Það hafði komið þoka af nóttina við náttfalli. En þetta var alveg ógleymanleg ferð. Þetta er svona mitt svona uppáhaldssvæði og kannski eitthvað sem maður sér bara einu sinni. Í sumar fór ég og skoðaði fyrirbæri sem ég hef ekki séð áður, Lauffellsmýrar á Síðumannaafrétti. Ég labbaði þangað með drónan á bakinu og það er bara eitt af stórkostlegasta náttúru abstrakt sem þú finnur á landinu í þessum sérkennilegu mýrum sem eru mjög sjaldgæfar, þessi vistgerð, rimamýrar og bara magnað að sjá þetta. Og gervigígana þar fyrir norðan rétt á, þetta er svo mikið af stöðum sem maður getur endalaust verið að tala um. Og það er þetta sem ég er að reyna að sýna í bókinni. Það eru svona staðirnir sem þú kannski hefur ekki séð á Instagram og öðrum stöðum. En þetta er erfiður tími til þess að hitta fólk og árita bækur og annað slíkt. Já. Þannig að þú ert að nota einhverjar aðrar aðferðir til að koma bókum til fólks. Já, það er erfitt að nálgast fólk núna og það er engar fancy bókakynningar og útgáfupartí og svoleiðis. Þannig að ég hef verið að bjóða bókina bara í forsölu. Fólk getur farið þá inn á heimasíðuna mína og panta sér áritað eintak og við sjáum svo að koma því til fólks. Það er eiginlega eina leiðin. Og það hefur mælst bara vel fyrir. Íbúar Suðurnesja geta nú fengið appelsínugula snúða og kleinurhringi í Sigurjóns bakaríi eða keypt appelsínugular sápur og lagt átaki sóroptimista lið. Við hittum þær Svanhildi og Guðrúnu í bakaríinu hjá Sigurjóni. Róða gillum heiminn og nú er það appelsínugul. Hvað segir mér um þetta verkefni, stelpur? Já, þetta er náttúrulega bara eins og stendur hérna, stöðum ofbeldi gegn konum. Út af það gengur þetta 16 daga átak. Sameinuðu þjóðirnar hafa til að mynda sent ríkisstjórnum allan heim. Ákall það að gera átak gegn ofbeldi
að útgangspunkti í vinnu við þessa krísu sem við erum í núna, því að því miður þá hefur ofbeldi aukist og því miður, segi ég aftur, eru það oft konur og stúlkur sem að verða fyrir ofbeldi, þó svo að það þekkist náttúrulega alveg að karlar séu líka beittir ofbeldi, en meiri hluti eru konur og stúlkur. Við erum hérna stödd í Sigurjóns bakaríi í Keflavíkur og hvað þessi appelsínuguli litur og fullt af snúðum, hvað geturðu sagt okkur um þetta? Heyrðu, við erum náttúrulega alltaf að reyna að efla þetta betur og betur. Í fyrra fórum við á stað og fengum hérna fyrirtæki og með okkur í lið að lýsa upp byggingarnar sínar og núna datt okkur í huga að gera svona fallega sápu appelsínugula í samstarfi við hann Óla. Og síðan kom Sigurjón hérna með okkur og ætlar að hérna vera með þessa flottu snúða og kleinurhringi í þessa 16 daga til sölu og aðgáðan af þeim mun renna til velferðarsjóð hérna á Suðurnesjum sem er bara frábært framtak. Þið hafið fengið góða móttökur svona í samfélaginu hérna, margir verið að hjálpa ykkur í verkefninu? Alveg frábærar móttökur. Við fórum staðarprent, þeir prentuðu þetta, við ætlum að vera með plaggöt á ýmsum stöðum bara til að vekja athygli líka á þessu málefni sem er ekki vanþörf á og þeir hjálpuðu okkur með að prenta þetta út og við hefum allstað fengið mjög góðar viðtökur og aðstoð hvar sem við hefum farið. En er þetta liturinn í ár eða? Það er alltaf appelsínuguli liturinn því að hann er litur vonar bjarta framtíð. Þannig að þetta er fallegur appelsínugulur og bjartur litur. Og stofnanir merktar með appelsínugulu? Já, vonandi sjáum við sem flestar og bara, jável, það er náttúrulega margir fann að jólaskreita núna fyrir að setja út seríur og annað. Kannski sjáum við ykkur appelsínugula seríur þarna með, vonandi. Sigurjón bakari, það er ekki mikið mál fyrir það að búa til appelsínugult krem? Nei, maður bakari. Mjög gott bragð líka. Og þetta er bara mjög gott átak. Og ég bara leið og hún talaði við mig, þá bara sagði ég bara já strax. Og ég læt að hafa góðan stuðning í þessu og þau fá góðan skerð af hverju snúð og hverju klínringi. Það er gaman að svona geta tekið þátt í ýmsum svona jákvæðum verkefnum í samfélaginu? Já, ég geri það mikið. Ég er alltaf tilbúinn að hjálpa til ef eitthvað þarf að gera. En svo við grípum hérna glóð og volgan innan allt þetta appelsínugula. Hvernig hefur COVID árið verið hér í Sigurjóns bakaríi? Það er nú búið að vera samdráttur en samt hefur þetta verið ótrúlega vel að gera. Og ég hef aldrei að halda starfsfólkinu mínu í vinnu og ekkert verið að skerða þeim mikið niður. En þetta gengur og við lifum þetta af og við verðum þetta verður eitthvað fram í næsta ár. En við höldum áfram. En þetta hefur komið talsvert niður á svona, já, það eru takmarkanir og með ekki vera, þú varst nýbúinn að opna þetta kaffihús og annað, þannig að þetta er búið að rugla þetta aðeins hjá þér. Já, ég skar niður í 10 manns í hóp og við erum að reyna að vera með hérna svona, ef að fólk hefur tekið frá borð þá við erum reynd að halda samt 10 manns inni, ekki meira. Og þetta hefur gengið bara ótrúlega vel. Þannig að fólk kemur áfram og nær sér í brauð, meti og kökur og þó að sé að sjálfsögðu það við höldum áfram að lifa þó sé COVID. Já, svo jólabaksturinn að koma á fullu og það er ótrúlega hvað sala er í öllu. Og það eina sem hefur minnkað, það er fyrirtækin. En fólki kemur. Það er bara með grímu og það passar bara með 2 metra á milli og við reynum að sinna því þeim sem hægt er. Og þeir sem eru í sóttkví þeir hafa verið að hringja og ég sendi bara heim til þeirra ef þau vantar eitthvað. En það hefur verið svolítið breyting hvað það var þar? Já. Ég er með bílstjóra og ég skutlast bara á milli og við erum öll að við tilbúin að taka mótið þessu pöntunum og keyra hvað sem er. Glæsilegt, en hvernig eru snúðarnir og kleinurhringirnir stelpur? Þeir eru alveg frábæri og kremið er æðislegt. Það er svona appelsínu bragða kremið, alveg hrikalega gott. Þannig að við hvetjum alla næstu daga, 16 daga, að koma og fá sér og versla við Sigurjón. Og þið eru með sápurnar, við vorum með ykkur daginn þegar þið voru að byrja með sápurnar. Hvaðar fást þær? Við ætlum að Fjóla hérna í Skarpubúðinni ætlar að selja fyrir okkur og eins í Reykjanes apóteki.
Og svo geta bara allir haft samband við okkur systur. Við munum bara koma þeim. Það þurfa allir að sápa að halda í dag. Þannig að þetta bara... Góð samstaða í hópnum ykkar með þetta verkefni eins og alltaf? Já, mjög góð samstaða. Maður verður svolítið klístraður af þessu góða kremi og þá er nú gott að eiga góða sápu til þess að geta þegja sér hendina. Nákvæmlega. Hjónin Helgi Rafn Guðmundsson og Rut Sigurðardóttir búa í Reykjanesbæ ásamt 8 og 6 ára börnum sínum. Þau eru bæði menntaðir íþróttafræðingar og fjölskyldan hefur tileinkað sér einkar heilbrigðan lífstíl. Helgi er einkaþjálfari og yfirþjálfari taekwondo-deildar Keflavíkur en Rut er deildarstjóri frístundaþjónustu Suðurnesjabæjar þar sem hún vinnur meðal annars að heilsueflingu bæjarbúa. Við hittum þau og ræddum heilbrigðan lífstíl og heimakennslu en börnin þeirra ganga ekki í hefðbundinn skóla. Við kynntumst í gegnum íþróttirnar. Við vorum að æfa saman, við vorum að keppa og æfa saman með landsliðinu og ferðast út Evrópu og keppa á mismunandi mótum. Og við vorum æfingafélagar þegar ég bjó og var í skóla á Akureyri. Þá vorum við að æfa saman og við kynntumst svolítið í gegnum sportið. Ég segi stundum við byrjum á að sparka og kýla hvort annað árið byrjum að kyssast. Það er öfugt. Já, kláruð það. Og hvað voru þá bæði í taekwondo og eru kannski bæði ennþá í því? Já. Ég er svona minna kannski núna en já, var í mörg ár. Hafið þið stundað einhverja aðra íþróttir? Ég er alveg upp í hestamennsku. Og ég og dóttir mín erum komin á fullt í það aftur. Ég var í handbolta þegar ég var yngri og skautaíþróttina, listhlaup á skautum. En svo náttúrulega prófaði maður allt í skólanum, í íþróttafræðinni. Og svona fekk maður að kynnast alveg hrjómanum að flestum íþróttum. Já, ég var í bara fótbolta þegar ég var krakki eins og flestir og það var kannski ekki mikið sem var í boði þar sem ég bjó. Ég bjó semst í Sandgerði og það voru ekki mikið íþróttalíf og ég hafði ekki mikið áhuga á íþróttum fyrr en að ég var unglingur. Þá var það svolítið svona áhuga minn á bardagalistum og bardaíþróttum sem varð uppi og þegar ég komst að því að það væri nýstofnað taekwondo-félag í Keflavík þá bara hljóp ég strax til að byrja að æfa taekwondo. En ég er búinn að prófa margar íþróttir náttúrulega gegnum íþróttafræðinni eins og hún segir og alls konar svona líkamsrækt, bara örugglega flesta tegundir líkamsrækt sem að til bara á jörðinni hefur örugglega prófað gegnum tíðina og meiri hlutin af þeim bardagalistum og bardaíþróttum sem eru stundaðar á Íslandi hef ég stundað að einhverju leyti að prófa og svona. Þannig ég hef mikinn áhuga á mörgum íþróttum en aðalega bardaíþróttum. Ég er alveg upp svona, já, af eiginlega tveimur bændum þannig á svona svolítið sveitalegt svona mataræði með mér sem er mjög hollur matur. Og svo fekk ég þegar ég var unglingur, ég var svona 14 ára, þá fekk ég þessa flugu í höfuðið einhvern veginn að hugsa alveg rosalega mikið hvað maður væri að láta ofan í sig og bara allt sem tengist heilbrigðum lífstíl og það er eiginlega búið að vera þannig síðan. En það var ekki fyrr en ég byrjaði að æfa íþróttir að þetta fór að koma því að það var alltaf verið að predikar þetta fyrir mann að mann næði ekki góðum árangur í íþróttum nema þú sért að borða hollt. Og það var þá sem ég hætti að drekka gos og fór að fókusa svolítið á það að læra meira næringu og hvað er að láta ofan í mig og hvernig get ég borðað til að ná mér í árangur sem íþróttamaður og þannig. Þannig að það var aðalega svona á unglingsárunum og eftir það þar sem ég fór að setja rosalega fókus í það. Og það er alveg rétt, við leggjum rosalega mikið upp á hollum mat og bara heilbrigðum almennum lífstíl með okkar líferni og lífstíl. Og líka bara að kenna börnunum það strax, þau kunna strax hverjir fæðuflokkarnir eru og hvernig á að lesa utan á mataræði og utan á matvörunar. Og bara vita alveg ótrúlega mikið næringafræði með við aldur og auðvitað ætti það að vera þannig allstaðar þannig að það sé val einstaklingsins hvað hann er að setja í sín líkama. Og það sé líka svona meðvitað val. Það er málið þegar maður hefur vitneskju þá getur maður tekið meðvitað val. Það er svo auðvelt að láta bara blekkja svolítið að markaðssálfræðinni og fara bara að velja það næsta sem þú sérði eða það sem er best auglýst eða með flottustu litunum. En ef þú getur svona tekið meðvitað val þá eru miklu meiri líkur að þú náir
þessum lífstíl sem að tengist því að borða heilbrigðan mat. Og þið farið ekki trónaslóðir í ykkar uppeldi og hafið börnin ykkar í heimakennslu. Hvernig kom það til að þið tókuð þessa ákvörðun? Má ég taka það? Sko byrjunin á þessu var í raun og veru fyrir nokkrum ára þegar dóttir mér var cirka 2 ára. Þá kynntist ég bandarískum manni sem á íslenska konu. Og þau búa hluta af árinu búið í Bandaríkjunum og hluta af árinu búið í Íslandi. Og ég að spurja hann, hvernig virkar það skólinn? Þeir eru alltaf á faraldsvæti og þau eru að fara út allt. Og hann sagði, við heimakennum þeim bara. Það mjög einfalt, við gerum það þannig að kona mín kennir henni og þá getum við kennt þeim hvar sem í heiminum. Og bara út frá þessu, nú ég búinn að vera faðir í svolítið stuttan tíma þá koma fullt af spurningum. Ég hafði auðvitað heyrt svona án þess að spá eitthvað í þessu, heyrt heimakennslu hjá krökkum í Bandaríkjum og bara einhvers staðar annars staðar í heiminum, en einhvern veginn aldrei dottið í hug að þetta yrði eitthvað sem væri möguleiki einu sinni fyrir íslensk börn. Því að börnin hans eru með íslenskan ríkisborgararétt og íslensk nöfn og allt það og æfa hjá íslenskum íþróttafélögum og svo framvegis. Þannig að út frá þessu þá var ég mjög forvitin og ég var að spurja hann alveg spjörunum út í þetta mál og það var svolítið svona kveikjan á þessu var það að fá kannski þessar hugmyndir frá honum og svo heldum við áfram með því að vera að skoða fullt af rannsóknum sem er búið að gera á þeim sem hafa verið bæði fjölskyldum og börnum sem hafa farið í gegnum það að vera í heimakennslu. Og svo bara kom í ljós að það var hægt að gera þetta á Íslandi, þannig að þegar dóttir okkar var að fara í 1. bekk þá ákvað að slá til og prófa að gera það. Að foreldri eða forráðamaður sem hefur kennsluréttindi getur sótt undanþágu frá því að barnið þurfi að mæta í skólan og getur kennt þeim heima í staðinn. Í samráði við sveitarfélagi, skólastjórn þess sveitarfélags og einhvern þjónustuskóla. Þannig að okkur er verið úthlutaði þjónustuskóli sem í okkar tilfelli er bara hverfisskólinn sem hún hefði farið í hvort og þar eru bara nefnd þar inn á skólan sem við hittum í hverju mánuði. Það sem eru umsjónarkennarinnar og deildarstjórar og annað sem eru að vinna með okkur. Þannig að þetta er ekki bara við erum líka að vinna náið með skólanum. Við þurfum að uppfylla alls konar kröfur, menntunarkröfur og kröfur aðstöðu og kröfur námsmat og annað slíkt. Og hvernig hefur þetta gengið? Það hefur bara gengið mjög vel, gengið rosalega vel. Þannig að þau fá að blómstra á sinn hátt á sama tíma og þau eru að læra það sem er krafist til þeim. Þá fá þau möguleikan á að gera þetta sem er kannski tengt þeirra áhugamálum eða tengt þeirra tómstundum eða það sem þeim finnst skemmtilegt. Og það sem ég sé eins og með hann að bætast við heimaskólan og er í 1. bekk og hann er rosalega orkumikill og það er bara frábært að sjá hvernig er hægt að mæta honum með því að brjóta upp skóladaginn bara oft með stuttum hreyfiæfingum eða útiveru eða bara hjóla í tring og gera síðan 10 starffræðidæmi og síðan þannig að það er hægt að mæta þessu rosalega vel. Ég get ekki ímyndað með hvernig honum myndi líða að þurfa að sitja allan daginn. En það er það sem er hægt hentar honum rosalega vel. Það er áhugavert að njóta útivistar á Reykjanesskaganum. Ívar Gunnarsson skoðar Lambafellsgjá í þessum þætti þar sem hann hreppti einnig smá vetrarveður. Nú væri auðvitað að halda að ég sé á leiðinni inn að Keili, en ég er ekki að fara að gera það þó ég sé komin hérna að staðinu. Það veit hann bara fáir að ef maður heldur pínundur lengra áfram inn að það sem ég held að heiti Höskuldavöllum, þá komum við að gríðarlega fallegum stað sem heitir Lambafellsgjá. Við ætlum að kíkja í smá labbitúr og skoða hana. Þetta er það eiginlega Lambafell, er það ekki? Nú spyr ég hann Eyþór sem er hérna á vapni með mér því að ég veit eiginlega ekki hvert ég er að fara. Þetta er ýmist Lambafellsgjá eða Lambafellsklofi. Já, og það er sprungan sjálf væntanlega. Þannig að þetta er þá Lambafell. Þetta er notalega labbitúr, þetta er svona, hvað ætla að segja, svona að fellinu tæpur kílómetri frá bílastæðinu. Tiltölu auðvitað ferðar, jafnvel í svona ferð. Þannig að þetta er ofboðslega fallegt. Það er ekki ofsögum sagt hvað er gaman að koma svona út í hraunlandslag og skoða sig svona þegar það er búið að falla, eða þegar það hefur fallið svona smá fönn á þetta, því að skerpan og andstæðurnar í landslæginu verða svo svakalega áberandi. Þetta er allt annað landslag heldur en á sumrinu. Það hefur verið sloppnir fyrir
fyrir hornið og veðrinu virðist að slóta í bili allavega. Við erum held ég alveg að koma að gjánni og þá kannski alltaf að nefna það að þetta er alveg gríðarlega falleg gjá, þröng, djúp, upp undir 50 metrar dýpt eftir því ég kemst næst þar sem hún er dýpst sem er hallnokkuð og hún er þröng. Hún er manngeng, það er þetta að ganga þetta niður og við ætlum að sjálfsögðu að gera það. Svakalega svona hrikalegur og rífandi staður. Þá er það að reyna að klöngrast hérna ofan í hans að detta hálkunni. Þetta er alveg stórkostlegt. Þetta er svakalega djúpt. Maður er komin inn í miðju hljóðið einhvern veginn breytist og hálfpartinn fyllir svona einhverja lotningum. Maður fer svona að tala lægra, maður ber einhverja virðingu fyrir þessu. En þetta er skrítið að sjá þetta. Veggirnir allir mosavaxnir, gróður í þessu, drjúpa þetta dropar niður. Þetta er flott. Það er gott að passa að fara varlega ef maður labbar hérna í gegn. Pínu laus í sér gönguleiðin og svona möl hérna á köflum og svona létt klifur en sjálfsögðu öllu fullt frísku fólki velfært. Og þetta er eiginlega bara frábær staður að heimsækja og ekki hægt að mæla nóg með þessu því að þetta er örstutt lapp hérna, notalegur rúmur kílómetri eða hvað það er frá bílastæðinu og ekki með hálftíma akstur eða hvað það er frá Reykjanesbrauti. Já, þetta tekur á, en bara hressandi, öllum fært, sem er þokkalega hrættir, svo að segja. Við erum að táta tilbaka, skotin á okkur hrít. Það er svolítið gaman að sjá, það er hérna í bellinu sé einhver vottur af jarðhita. Því að hérna er bara gróið grænt barð. Svolítið skrítið og stingur í stúf hérna í svona sjóströgu snjóþöktu landsvæðinu. Annars, takk fyrir að koma með okkur Eyþór í smá lampatúr. Skemmtilega á Lambafellsgjá. Sjáumst næst. Já, þá er ekki fleira í þætti vikunar. Við minnum á aðra miðla Víkur frétta, vikulegt fréttablað okkar og þá er vaff.is með daglegar fréttir frá Suðurnesjum og golffréttirnar eru á kylfingur.is. Við tökum við ábendingum áhugavert efni í alla okkar miðla á vaff hjá vaff.is. Endilega sendið okkur línu. Við verðum hér aftur í næstu viku. Takk fyrir og verið sæl.